Bana. Bana ba ba banana. Herru, byrjum með það. Tilbúin. Ég er tilbúin, já. Já, kæra hlustandi, það er 15 hlotan sem að heilsa ykkur á hressum mánuði. Það er rigninglegt. Rigningalegt? Já, ég var rigningan, ég er í blautri peysu. Já. Og en gaman. Það var lítið að gera núna helgina í bara sinnunni. Fengur smá frí. Já, það var samt Greg Jones Invitationals. Já, Misfits Boxing. Já, ég fylgdi ekki með, horfður á það? Nei, ég bara náði eitthvað sem highlights og eitthvað. Já, ok, gekkja. Aðeins að lifa lífinu svona þegar UFC gefur manni pásu eina helgi. Já, það má. En það er dagurinn. Næstu helgi. Það er 6. september. Dagurinn sem maður bara að bíða allt sumar, bara eftir þetta sumar klárist, sko. Komið haust, komið þessi 6. september. Já, ég er búin að vera sko bara svona að rista í rúmstokkin, bara svona einn dagur, loksins, það er alveg að fara að koma 6. september. Herri, það er náttúrulega hérna UFC París. Það sem þú hefði getað verið með ringside VIP ticket. Já, sem blaðamaður. All you can eat hlaðborð. Herru, fólk heldur ofta að þetta sé all you can eat, en það er ekki all you can eat. Nú? Nei, mátt velja 1 prótein og 2 meðlæti. Hæ? Já. Nú það fokkið mér. Nei, ég er ekki fokkið. Já, UFC? Já. Aha? Já. Það er svona, það eru 2 prótein í búði, það er svona oft svona kjúklingalæri og eitthvað. Og svo getur þú fengið eitthvað svona kartöflur og eitthvað svona. Já. Kartöflu, gratín og eitthvað svona. Já, það var náttúrulega, sko, ég fór beint út í sal. Þú varst þarna á hlaðborðinu aðeins lengur. Já. Þannig að það voru einhverjir meiri svona heitir réttur svona fyrir kvöldi, greinlega. Já, það var svona mötunistemning, sko. Svo þegar ég mætti þarna, ég var bara að grípa eitthvað svona bakarísdót og eitthvað svona í lokin. Já, það voru heitir réttir, sko. Já, ok, nice. Þetta er svona, það komið aftur í skóla. Það er svona UFC-blaðamaður og svona, maður tekur disk og fessin í röðinu. Sloppy joke. Já, maður fyrir kartöflu með þessu. Virkilega gaman. Þetta var gott, samt, bara mjög svo flott hlaðborð þarna hjá UFC, sko. Varst það? Já. Já. Mér finnst það bara svo próf eitthvað. Bara fullt af einhverju drykkum og bakarísmat og... Já, það var flott. Og kaffi og svona, fyrir okkur tekna minna. Það var ekki það. En í staðin fyrir að fara til Parísar, UFC, þá... Og landsleik. Og landsleik. Þá fyrir við til Keflavíkur. Sunny Keflavík. En Nefnileikssamband Íslands er náttúrulega byrjar haustbikarmótið á Ljósanótt í Keflavík. Sem er náttúrulega bara líka alveg klikkað. Það er bara fucking Hollywood, sko. Já, og þetta verður í dýrari kantinum. Já. Það verður ljósasett, Luxor er komið með búin að setja upp ljós og að negla það niður, RÚV verður á staðnum, verður eitthvað trill stemning aðna. Þetta verður langflottasta bikarmót sem að HNI hefur haldið til. Og verður tónlistaratriði? Já. Blaffi, herra Keflavík? Já, einmitt. Þannig að þetta er svona aðeins icebox-legra en það hefur verið hingað til. Einmitt. Þannig að það er hrygglega sem er geggjað, bara, þú veist, stækja þetta og gera þetta stærra og skemmtilega og eitthvað. Já. Og svo rúsinin í pulsuvendanum, það er að sjálfsögðu strákarnir í Mjölni, er að fara á Golden Ticket í Wolverhampton. Já, ég er búin að hjálpa það með undirbúsi ágætlega. Já, þú er búin að hjálpa það, þú fórst inn í búrið og aðeins að skóla á til. Já. Og það er að kenna þeim smá box og hvernig maður haldi út úr magan og svona. Já, einmitt. Já. Hvernig maður á að flýja. Já, hvernig maður að læsa sig upp í búrið og svona. Einmitt, þannig að þetta er allt ríkilega skemmtilegt. Þetta eftir allt næstu helgi. Það verður sjálfsögðu áhorfspartí í míningarnu fyrir þá sem hafa áhuga á að koma og horfa á UFC og Golden Ticket. Fylgjast með Steinari Bergs og Antons Mára. Þannig að Antons Mára í ógeðslega góðu formi. Já, maður. Hann er svo þykkur, sko. Hann er svo þykkur. Og þessi fucking lásbörkin frá honum, sko. Ég gerði mér enga veginn grein fyrir í mómentinu. Þú veist, ég var bara ok, þú veist, allt góð, fann ekkert fyrir fætinum. Svo bara svona klukktíma seinna þá ætlaði ég stíga í fótinn og það bara gekk ekki alltaf vel, sko. Nei. Og mér er búið að vera svo illt í fætinum og mér er bara áðan, þú veist, þetta var á föstudaginn, núna mánudagur, áðan bara labbaði hundurinn minn utan í mig í fótinn og það var bara fucking vont. Og svona há. Já, Fyndi. Ok, sko, þú tókst 2 lótur gegn Antons Mára. Nei. Eina. Ég tók bara, þú veist, ég náði ekki að klára eina lótu, sko. Ég bara... Nei. Já. Ætlaði maður að taka 2 mínar lótur, eina við kvot og ég var bara að klára þær í báðum. Já. Þetta verður náttúrulega klift og saman og gefið út á Instagraminu. Já. One Brother. One Brother.
Já, svona, hvað fannst þér verst við þetta? Hvernig ertu í skokkunum og svona, þú veist? Sko, ég myndi mig alveg svolítið mikið þarna, sko. Já. Alveg miklu meira, ég held að þetta ekki gaman og eitthvað. Ég held að þetta yrði svona búm búm, sjáum núna hvað þú gerir og eitthvað svona. En þetta var meira bara svona, ég held að þeirra að vera bara svona, herru, förum í keppni, hvor getur klárað hann fyrst, fattar ég? Herru, veistu hvað? Ég horfði á þetta, þú slóst fyrsta höggið, já, og þú setti tónin. Já, ég á það til að gera þetta. Já, og ég horfði á því og ég bara, hvað ertu að gera? Var ég bara að jabba? Nei, þú komst bara, ég man ekki... Kom ég bara með fjarka, bara maff. Og ég bara, gaur, bara af hverju þetta að þessu? Ég ætla að finna einhver... Þú ætla bara að spila þetta hérna? Nei, ég ætla að finna sko, ég er að finna hérna tussulegustu skilabóði sem ég fengið. Já, frá mér, þegar ég var að lýsa meiðslunum mínum. Já, maður sjá bara bla... Ég var svolítið stífur í hálsinum, það var það fyrsta. Já, herru, ok. Ég er að deyja í hendinni sem Anton sparkaði í. Low-kickin fokkuði mér líka svolítið upp. Fokkin bólgin í olbónum, líklega við að blokka spark og illt í tá eftir að lenda sparki illa. Svolítið stífur í hálsinum. En ok, þú lest þetta núna upp og gerir grín að mér, en þú spurði mig hvernig er heilsan eða eitthvað. Já, þannig þetta er bara, ég er bara að svara. Ég er ekki eitthvað hérna... Þetta er í óspurðum fréttum. Nei, sjóflabafafrón, þú ert eitthvað byggið, hvernig líður þér eitthvað, hvernig er heilsan? Ég vissum við annað backup en það var ekki það sem ég held. Það er það sem ég sagði undan. Þú er búin að díla þetta, hann er búin að díla þetta messageum. Nei, af því að fyrir fylgjendur. Þú sagði eitthvað svona. Lendur við í smá vesinni, tæknivesinni, með hýsingraðalinn okkar og síðan lág niðri og við fengum eitthvað gamalt backup. Já, bara alla fréttir frá 18. apríl, bara hurfu. Já, sem er ríkulega ósengjant og leiðilegt. Þannig að en svo kemur bara úr óspurðum fréttum bara, ég er að deyja í hendinni sem Anton sparkaði í. Nei, sjáðu, þú sagðir, jæja, ert ekki að skána byggi og ég er að svara því. Já, ok, þannig að þú svarar svona seint. Já, ok, ég skil. Alltaf leið. I stand corrected. Alltaf leið, já. En þetta voru svona, mér fannst þetta svona out of context dæmi. En ég er búin að hlæja mikið að þessu. Ég var í afmæli hjá Gústa Chef á laugardaginn. Okay. Og mér vantaði svona partypiece fyrir borðið til að lægjað og ég bara, herri, ég fikk finna skilabóð frá Vigga um dag. Það var gott partypiece. Þannig að það var mjög gaman. Herri, við erum svolítið í beinni útsendingu og fyrir það sem að vilja og nenna, þá má alltaf að senda á chatið og segja eitthvað skemmtilegt. Nákvæmlega. Þannig að það er alltaf í búði. Það má vera bara byggja hvernig þetta í tippinu. Þú getur þá sagt hversu mikið svona græða eða tapa. Já. Og þess áttar, allt svona skemmtilegt. Ef að byrja kannski bara á háin í haustbyggamótinu. Já. Eða ekki bara? Jú. Ef að þetta er náttúrulega í Keflavík. Já. Þetta verður í Blúhöllinni og sá sem að verður valið, þú veist, allir sem að kaupa miða fá QR-kóða og geta kosið bardagamann kvöldsins og sá bardagamann færi hvorki meira en minna en 100.000 krónur í beinhörnum penningum. Og sko, UFC fætir að fá bara 50k, þessi gæðir að fá 100k. Já, einmitt. Þannig að, rennum aðeins yfir það. Það verður Sigurjón Guðnason, bóðatýr, og mæti Ágúst Davíðssoni. Þetta er fætt. Þetta eru tveir af mínum uppáhald, sko. Sigurjón bara búin að koma svo fokkin sterkur inn í þetta og Ágúst Davíðsson sem var svona, ég var treyst honum á móti þessum stóru strákum, þú veist, hann er bara búin að sína fokkin flotta takta líka. Þannig að þetta er fætt sem að ég er mjög spenntið fyrir. Tveir mjög skemmtilegi gaurar. Já, og ég veit að Ágúst Davíðsson hefur svolítið hefur með gjörðum sínum sýnt okkur til syndana að þegar einu sinni voru við að gera grín á hann fyrir að vera pín Bumblíus og þú sagðir pottið þetta er gauður sem lítur ekki út fyrir að fara mikið út að skokka. Sagði ég það? Já, alveg pottið. Og ég var að tala við Elmar frá Akureyri og sem sótti hann á flugvöllinu og eitthvað og bauði hann heim til mín í smá kaffi og hann sagði mér sko að þeir eru að hlusta á þáttinn og þá Ágúst hafði farið út að skokka og hlusta á þáttinn og bara, er ég ekki gauður sem fyrir að skokka? Ég er út að skokka núna. En þú vilt meina að ég hef sagt þetta? Já. Þetta er ekki eitthvað sem að ég... Jú. Eða? Já. Okay. Ég manna ekki alveg. Ég held að þú hefur pott sagt það, sko. Já, getur. Herri, í mínus 80 A-flokki, Bjarni Óttósson frá HFR móti Alvaro Herendero López frá Æsi. Já. En mér skilst að Bjarni hafi ekki boxað í 10 ár og hann er að koma sterkur tilbaka. Já, ok. Ég þekki bara ekki neitt, sko. Nei. Þetta er nýtt nafn á blaði og
Mjög spennandi að sjá hvað hann getur. En ég meina, þetta gauð sem hefur barist við, þú veist, Arnór og Elmar þegar hann var að byrja held ég pottet og hann hefur með svaka reynslu. Og maður uppnáðlega í HR held ég pottet. Já, ok. Ég var aðeins að, hvað segir maður, fara á stúana, fara á hnén. Fara á hnén? Það er eitthvað sem þú gerir svolítið á. Svo ég fyrir þessu upplýsingar, sko. Þú er auðvitað gert bæði. Nei. Þannig að fór stúana. Þú fór stúana, já. Hvað að fara á stúana? Það er bara svona að fara á kreik og komast að einhverju. Já, ok. Mér fannst eins og ég væri svona, eitthvað svona stand og lappir eða eitthvað. Á móti Alvaro, sem er náttúrulega með, sko, 10 MMA-barða á bakinu og svona. Já, hann er með svona marga. Já, ég sagði að hann var að sperra hérna við Lucas Ranja þegar við mættum í sparriðum daginn. Þeir voru ekki að drilla saman eitthvað? Jú, þeir voru bara að sparra, sko, bara taka lótur. Já, ok. Þannig að það er alvöru fætt, sko. Tristan Máni mætir Alex Orra, Tristan Máni frá Hnefilegfélagi Akranesar. Mætir Alex Orra Ívarsinni frá HR, svo Gauti Már mæti Jón Ólafi Haraldsinni frá Þór. Þannig að Akureyringarnir geta komið. Það er í mínus 75 kílóflokki. Max Angelo Chang Sulka frá HR sem var nú einu sinni í Svo, hann var í Reykjavík amma. Já. Ég vissi ekki að hann héti Sulka. Nei, ég vissi ekki það. Á móti, hann mætir Carles Belenguer Cortina frá Æsi. Okay. Sko, ég þekki Max Angelo. Hann hefur náttúrulega gert okkur vel á Icebox og svona. Ætti að vera svona okkur kunnur. Þekki Carles ekki mikið. Nei. En þetta er mínus 65 kíló á flokki, skemmtilegt. Það vantar það er eitthvað sem er að fara út af svona degi sem eru skráðið til leiks, en það var margir klúbbar að fara út og keppa í útlöndum. Ertu viljandi að hoppa yfir þessa stóru barða, ætlaðu að geyma þá? Þessa stóru barða, nei. Ertu að tala í mínus 75 og 70? Mínus 75 og mínus 90? Nei, það er einhverju barða sem er búið að blekja út, sko. Já, ok, ég er að vinna með einhvern annan lista á. Ok, fyrirgefið. Já, þér er fyrirgefið, ekkert mál. Ég er örlátur guð. Herru, í mínus 19/-17 Guðmundur Máni frá Hnefilegfélagi Reykjanesbæjar mæti Braga Freyr Eiríksinni frá Þór. Sindri Þór Einarsson mæti Kristjáni Eðvaldsinni og svo bara excuse my Polish Krishnu Karikowski frá HFK mætir Volodymyr frá HAK. Ísak Logi Víver frá HFR mætir Arnar Geir frá Þór og það er, fyrsta viðureign. Þannig að en það gæti verið að bæti þinn 2 flokkar til viðbótar. Ok. Ég var að tala við matsmeikarinn sem er svona, ef ég er giftur einhverjum þá myndi ég segja að ég verður líklega giftur honum. Þokkinn tölum svo mikið í síman með en það er líklegt að það bætist við 2 flokkar og það vantilega 2 viðureignir til viðbótar á ljósanót. En við erum að tala skilur, þetta er örugglega flottasta bikarmót sem hefur verið haldið og þeir gera það einhverju hefð að halda þetta, að byrja haustbikarmótið alltaf á ljósanót. Þannig að þetta verður örugglega bara klikkað, sko. Klikkað. Og svo verður seinni dagurinn verður í VPC og svo er 3. og síðasta mótið í bikarmótaröðinni verður haldið í nýja húsnæði HFH. Já, geggja. Upp í Hafnarfirði. Ertu búin að koma þangað eða? Ég er ekki búin að koma þangað, nei. Eru þið byrjað að æfa þar? Já, mér skilst það sé svona rétt svo það er svona operational en það er hrátt. Okay. Svona hrátt en operational. Okay, nice. Og hann Daði Ástórsson sem var upp í Já, hann er komið þangað. Hann var áðan sem yfirþjálfari í HFH sem það vantilega bara það place to be, sko. En hvernig virkar það eins og með Arnór? Er hann þá ekki lengur yfirþjálfari eða er hann að fara eitthvað? Hann er það vantilega aðstoðarþjálfari. Þegar Daði er bara aðalþjálfari hvers sem hann fer. Daði, ég hef heyrt það svo oft, Daði er klárasti maður sem ég hitt á ævinni eða klárasti maður sem ég þekki. Þannig að ég bara, þú veist, ef ég fær æfa box þá myndi ég örugglega fara upp í HFH bara að læra þetta. Svo er hann bara með fjólublátt belti í jiu-jitsu. Já, hann glímir svo mikið við konuna sína. Já. Sem er bara einn mesti lúksus. Pældi var Anna Sofía sem er bara besti kvenkynskeppandi sem Ísland hefur gefið af sér í glímu og judo. Pældi það bara kona og þú fær bara enga tíma í henni bara á daginn og kvöldin og nóttinni og eitthvað. Einmitt.
dvílít og annað eins en já, hann er vist bara fjólubætti sem skrítið það, hann getur ekki nýtt í glímu. Hann segir hann sé mjög góður að verjast. Já. Hann sé ekki það góður að sækja, hann sé góður að verjast. Hann er vanur því að vera að glíma við all þess að ógeðslega góðu glímumenn og... Já, hann er svona, kannski svona turtleboy eins og ég. Já, kannski. Já, ekki vera fyrir, ég er turtla. Hrikalega skemmtilegt. Hvaða viðureik myndir þú segja að þú væri spenntastu fyrir á ljósanótt? Ég veit að þið farið ekki að sjá það, en hvað kýtlar þið mest af því sem er fram með komið? Sko, náttúrulega ég fekk listan með sko nokkrum sleggjum hana sem að ég hélt að eruð með sko, þannig að það er smá svekk fyrir mig að heyra að það verður ekki úr því sko. En ég myndi segja bara stóru strákanir, Sigurjón Guðna og Ágúst Davíðsson, það eru, þú veist, bara gauðra sem hafa hrifið mig mikið síðustu barndöfum, við spennt fyrir þeim. Ég er líka spennt fyrir að sjá Alvaro López í boxingum sko, og sérstaklega út af þessi Bjarni Ottosson, þetta var bara eitthvað nafn fyrir mér sem ég þekkti ekki neitt, þannig að vitandi að þetta sé einhver gamall hundur með einhverja smá reynslu það gerir þannig bara að einhverju skemmtilegu sko þannig svo er fullt annað, þetta er líka bara mikið að nýjum nöfnum sko, ég bara hlakka til að láta þá koma mér óvart sko af því að það hefur svolítið verið þannig sem ég man bara í fyrsta skipti sem að þú veist, maður var að sjá Tristan Stiff og þú veist, Hilmar og einhverja svona, þú veist, unga svona 15 ára stráka sem maður aldrei séð áður, séð bara fyrst skipti á þessum boxmótum, maður er bara svona instant fan af þeim sko. Já. Þannig að ég bara trúi því að að það bætast einhverju svona ungir strákar svona á listan hans. Já, sammála. En þú, hvað þú svona hefur þú reykið augun í? Herru, það er svona, ég er samanlega með stórastrákana. Ég er mjög líka, sko, ég er mjög spenntur að sjá Alvaro, að hann er rosalegur. Max Angelo hef ég alltaf gaman að og hlakka til að sjá þennan Charles, sem að ég kannski bara spurning hvort það sé skömm á mér að þekka hann ekki. Ég veit ekki hvernig. Svo er ég mjög mikill aðdáandi af Arnóri Geir frá Þór. Já. Og á móti Ísak Loga Víver, núna er ég bara ekki alveg viss hver það er og aftur bara, spenntur. Já. Og sko, það er eitthvað öðru sem við pólvera. Ég ætla að giska út frá nöfnunum að þessi er pólskir. En þessi Karikovski á móti Moskichov, mér líður bara eins og ég sé einhverju svona rússneski bíómynd og það sé bara eitthvað svona rússneskt fight club. Þannig ég verð spenntur það líka. Þannig að ég held að það verði bara heilt yfir geggjað sjó. Og og svona peppaði yfir, ég peppaði yfir metnaðunum sem að HR9 er að setja í þetta. Þannig að þú veist, og þeir eru bara, beitilum að segja, bara, við ætlum að gera ljósanótt, að þetta er í Bæjarhátíð, við ætlum bara að gera ljósanótt, að bara geggjuðu íventi, og bara ef þetta gengur vel, þá verður það bara aftur á næsta ári, og haustbökkumótið verður bara alltaf. Því verður bara kickstartað þarna. Og þú veist, það verður tónlistaratriði, það verður almennilega ljós, það dimma salinn, þetta er svona box að vera. Þannig að þetta verður svona smá icebox-legra. Já. Svona eða þú veist, eða þú komið með tónlistaratrið og svona. Já, smá meira Hollywood. Já, smá meira Hollywood baby. Já. Og við streymum svona alltaf inn á MMA-fréttum. RÚV verður með viðtal og okkur svona dót. Já, við mæntilega líka, við sigurverð og svona. Og þannig að, já. Gekkja maður. Það var bara gekkja. Og þessu missið þú alltaf af. Já, maður getur ekki verið að tveim stöðum í einu. Nei. Ég verð á góðum stað líka. Já. Þú verður í Wolverhampton, Sunny Wolverhampton. Sunny Wolverhampton. Ertu viss með þetta í Wolverhampton, ekki Northampton? Nei, þetta er Wolverhampton. Ok. Já, Golden Ticket er alltaf þar. Já. Í millunni. Já. The Steel Mill. Þú veist, gaman að koma ánga við þessi geti. En ég er samt alveg, þú veist, ég fæ alveg FOMO að missa þessu byggamóti, sko. Já. Alveg feitt, sko. Ég trúi því. Ég trúi því bara mjög vel. Þú veist, ég er eiginlega með meira FOMO yfir byggamótinu heldur en UFC í París, sko. Aha. Já. Ég er með algjört FOMO yfir UFC í París. Já, ég skil alveg líka, sko. Já, ekki það, sko. Ég veist París frakkar leiðilegsta fólk sem ég mæti. Mér finnst þau bara ógeðslega leiðilegir og mér finnst París ógeðslega ofmyndum borg. En að vera af UFC og horfa á Ímo og mæta Borrallo. Og fara svo íslenska fótboltalandsleikur út af Frakklandi í París sama dag. Það var eitthvað too good to be true, sko. Með þau ekki ekki, því að ég er nefnilega ég er að vinna á landsleiknum núna á föstudaginn. Sem að það er náttúrulega að ég er ekki að fara út, sko. En það hefur verið geðvægt þegar við verið að við séð þannig leik og farið svo út og hinn.
Já, býtu, þetta á móti Frakklandi, 2 leikir á móti Frakklandi? Nei, við erum að mæta Azerbaijan á föstudaginn. Já, ok. Og ég er blaðmaður. Þannig að maður alltaf... Við erum ekki að mæta þeim á föstudaginn og svo laugardaginn strax? Nei, ég held að á mánudegi, þriðjudegi, þar sem mætum Frakklandi. Ok. En ég hefði mögulega til að fara á landsleikinn, hefði bara leyft mér að vera aðeins lengur. Já, aðeins að, maður þess með að stjána við sig. Aðeins að... Kannski næst. Þetta er á degi 2 á bikarmótinu, að þá erum við komið með svona aðra sleggjur eins og Armandas og Gabriel Marino, Noel og móti Viktor Sóvega, Sölvi Steinn móti Míhail, þannig að það er... Þarna eru barðaðandi komnir sem, ég var greinilega að skoða lista bara af öllum matches. Já, það getur verið. Þarna eru komnir barðaðandi sem ég var að hugsa um, sko. Já, varst þú að skoða kannski bara flokkana? Já, þú veist eins og Armandas sem móti Gabriel Marino, Gabriel Marino er alltaf fucking svakalegu, sko, Armandas, bara alltaf vera betri og betri og bara, þú veist, geggjaði líka, en bara stórt test fyrir hann og ég er bara hlakka til að sjá hann, hann er geggjaður. Já, ég er sammála. Það verður flóðmót, þannig að ég hvet alla til að gera leið sína upp í Keflavík á Ljósanótt, bara, þú veist, það búið að vera bæjarhótið upp í Mosó. Já. Strikulaða vel. Það var eitthvað glímt þar og hvað? Já, það var glíma þar. Þeir setja alltaf einhverja dýnur og menn geta mætt og eitthvað svona leikið sér. Já. En það var ekki beint keppni, það var bara eitthvað svona... Já, þetta var svona í garðinum, þetta er svona í garðinum glíma. Viltu koma og glíma í garðinum? Það var já, alltaf. Það var, virkaði mjög skemmtilegt. En það bara, þú veist, og eftir bikarmótið í Keflavík, þá verður fótboltaleikur, Keflavík þannig að sem er bara svona grannaslægur sem er bara, þú veist, jam og flugöldasýning og eitthvað, ég meina, þú veist, hvað meira viltu? Bara, ég er leikstleik af hótelherbyggja og eitthvað. Já, ég segi það. Og ef þú verður ekki til Keflavíkur, þá var náttúrulega míningarðin. Já. Það var náttúrulega áhersparti í míningarðinum, byrjum svona 5-6 leitið, kannski 6 frekar, segjum 5. Þannig að ég verð þar, Brunur Keflavík, beint í míningarðin. Ok. Og það verður bara Double Trouble Double Trouble sýning Golden Ticket og UFC þannig að það er nóg að vera í barðaheiminum helgina sem var fínt fyrst að við fengum smá pási. Herru, næsta dag sko er ef aðeins að diskutera strákana úr Mjölni. Já. Manstu hverjum var mæti hverjum? Sko, ég með þetta næst þar Anton er alltaf að mæta 0-0 gæja, sko. Þannig að það er og lítið hægt að segja það, sko. Já, en þetta er 100%. Þetta er momentans Antons til að snúa við þessari svona þessu taptrendi sem hann er á. Hann er bara að mæta ógeðslega góðum og reyndum anstæðingum. Já, maður Sharon Burke, maður alveg gæji, sko. Það er alveg gaur. Svo hann að pakka sama gæðinu sinni síðast. Þá getur hann bara ekki gera það. Já, það var Sennenberg. Já, hann mætti öðrum gaur. Á Ballarina, einmitt. En það var algjör fokker sem hann sló niður í fyrsta róti af því að hann er ógeðslega högþungur. Já. Hann er bara... Ég fekk að kynnast því með þér. Já. Ógeðslega vondið. Já, maður, ég bara, veist, bara bodyshotin maður, veist, ég bara fóldaði þetta kom, sko. Þú gerðir það pínu. Já, þetta er bara, þú veist, hvað maður að gera? Einhver byrjar bara smetla mann svona í rifbeinu, sko. God damn. Shit, að það er sko bodysparkin, þau er ekkert joke. Nei. Og hann er ógeðslega vígarlegur, þú stendur á mótunum. Já. Það er ógeðslega óþægilegt að standa á móti. Jöpp, ég get kvitandi það. Já. En svona í viðtalinu sem að, við rættum aðeins við hann, og svona í viðtalinu þá sagði hann svona, hann var svona ekkert að gera mikið úr þessu, sko. Hann bara, já, ég held bara mínu steiki og eitthvað. Og held bara áfram að æfa, bara, þú veist, kötta niður og eitthvað. Hann nennir ekki að kötta, þetta hljómaði eins og þetta væri svona super welterweight. En þetta er hvað, 79 kíló sem þeir berast í. En þeir bara í svona catchweight barða og hann bara, ég nenni ekki að fucking kötta. Og bara, hann vil bara mæta og berjast og hafa lítið fyrir þessu. Þannig ég held hann sé 80 kíló núna og ég farið niður í 79, þannig að hann er basically búinn. Þetta er ekkert vesen fyrir hann, sko. Þannig að og hann á svo mikið inni, þú veist, maður er búinn að sjá bara hvað hann er góður í þessum börnum sínum, sko. Og þú veist, það er leðilegt að maður skoða rekordina 0-2, veist, það bara svo gefur enga veginn til kynna hversu góður hann er, hversu vel hann er búinn að standa sig í þessum fætum, sko.
og bara, þú veist, eins og í síðasta barða múti Shannon Burke hann var bara búin að eiga fullkomna 2 lótur hann var bara dominate, það var bara hamsátt múti DDP, þú veist, hann var bara með hann bara tók hann niður og hélt hann niður og gerði það sem hann vildi sko. Svo bara, þú veist, 3. lóta hann var bara eitthvað ætlað að slaka mikið á og eitthvað svona, þú veist, og Burke sem bara geggjaði strækir, bara smellir hann með einum og búm niður sem sigurlegt. En ef þú getur staðið svona í Shannon Burke þá getur þú gert hvað sem Já, núna að fá einhvern svona, þú veist, 0-0 gæja, þið para hann upp við hann að þið sjá, þið skoða hann á pappinum að, búið gangi ítlega á þessum og pörum hann kannski upp við hérna einn, þú veist, óreindur eitthvað. Það er kannski fyrstu skref. Þannig að svona, þú veist, þeir sem eru að horfa á rekordið hans Antons og segja, henni gaur með 0-2, ekki búið að ganga vel, þú veist, þeir veit ekkert hvað í gangi, sko. Nei, en þeir sem hafa horft á þessa barða sjá alveg hvað býr í þessum strák, sko. Já, 100%. Ég þarf að fletta upp eldsnögt hvað hann heitir, anstæðingur hans. Núna? Já. Hann heitir Callum Humphreys. Callum Humphreys? Jöp, hann 0-0. Já. En Anton Smári latu við að posta á Instagram af vegginn hjá sér. Já. Þannig að maður getur alltaf sótt upplýsingar þar, maður er alltaf að fara á stúfuna. Já, einmitt. og veiða þessar upplýsingar úr húnum. Þannig að ég held að einmitt, ég alveg saman því sem þú veist að segja, ég held að það sé að vannmetan ógeðslega mikið, horfa á pappirinn og bara, herru, 2 töp, fullkomið fyrir hennar debutant. En Anton Smári er að fara fucking smokin, ég leiði mér að segja það hann er að fara smokin. Þannig að ég held að það verði svona eiginlega. En það er auðvitað að segja til einhvern 0-0 gaur, þú veist, kannski er þetta bara eitthvað algjör býst þessi gæi, sko. En, þú veist, Anton bara eins lengi og hann slakar ekki á eftir að unni 2 lótur, þú veist, ef hann bara heldur áfram sama sínu, þú veist, ég veit ekki hvort gameplani verði að taka gæði niður eins og það var, þú veist, á móti Burke, sko. En ef hann bara, þú veist, heldur sig við sama gameplan frá byrjun og er ekki að breyta út af því að hann er að reyna eitthvað, fara einhver svona safe leið, bara hann bara gerði það sem virkar. Ekki breyta frá því sem virkaði í eitthvað sem virkar ekki. Nei, einmitt. Nákvæmlega. Ég bara, já. En þetta er náttúrulega bara, þetta er bara amateur ferillinn hans og þetta er bara svona, þú veist, þetta skiptir ekki máli, þetta er til að læra, ég held að hann hafa bara lært ógeðslega mikið af þessum mistökum að bara switcha gameplaninu sína í 3. lótu og ákveða að vera eitthvað svona slakur á fótunum með honum, fattur þið? Þú veist, þetta var bara fínt, þú veist, þetta var bara dýrmætt reynsla, hann læri fullt af þessu, núna bara veit hann betur og þetta er ennþá bara amateur og við erum bara til að læra. Já, 100%. Og ef þið langar að læra, þá er að byrja að æfa bardagahjöldir, þá er Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið hverju mánuði, allar upplýsingar inn á reykjavikmma.is, það er rvfkmma.is. Takt skrifa að byrja að æfa á Viðarhöfða 2 og ef þess gaman að æfa, hámarka á árangurinn og velja með yngling fæðbótavörum, siladiett, náttúrulega styrabústurar og sveppablöndur. Varamánaðarins er mögulega gyðja, þannig að það var nýr mánuður, sko. Já, þannig að þú værir ennþá að tala um hérna sveppablönduna. Það er kraftur, það er varamánaðarins. Já, sem er styrabústurinn. Já. Þessi var búin að hjálpa mér að vakna með morgunbúnir hérna dag eftir dag, sko. Já, mennar tala um það. Já, klálega það. Ég hitti Thrust með Arts Nemesis og til að að því hann alltaf glíma við mig á Ísló sem var haldið á Akureyri 20. september og ég var bara, til að eiga eitthvað svona átt þá gaf ég honum kraft og hann talaði um það, sko, hvað Thrustur að vera 50 það er 50 morgunbónir alla daga og hann bara, djúvill sef ég vel á þessu og svo vaknaði ég bara með bónir hressa mótnarna og ég bara, já, það er kraftur í mínum. Þeir eru eftir að cancela glímun ykkar af því að þið verið báðið með bónir. Já, ég vil ekki segja mínar bónusugur en þetta verður að hætta, sko. Ég já. En mér finnst þetta snilt við þetta yngling, veist, ég datt inn á þetta yngling dæmi er að taka kraftinn og þetta satt testosterón, veist, afsakanda með þessu og eitthvað svona meira upp á testosterónu, sko. Og þú veist, ég hef oft verið að taka eitthvað, þú veist, eitthvað vítamín og zink og eitthvað svona magnesium og eitthvað þannig og maður er alltaf bara svona, veist, er þetta að virka eða þú veist hvað, maður veit það ekki. En maður veit að þetta er að virka af því að þú mælir bara testosterónið, þú veist, maður með bara rétt level af testosterónu á að vakna með morgunbónir á hverjum degi og það gerist þegar þú ert komin á þetta. Þannig að svona getur bara mælt þetta. Hrekkur þú í svona random bónira? Herru, sko, ég prófaði að taka jurt sem heitir Sistance. Okay.
og ég þurfti að hætta hana því að bara ómikið blóðflæði sko. hún eigur blóðflæði sko. Og ég bara, ég hugsaði bara, nei, þetta er ómikið fyrir mig þú veist, kannski ef þetta væri, maður væri orðinn eldri og þetta væri vandamál, maður væri með eitthvað svona risvandamál, þá mun ég byrja að taka assistance aftur sko. Genghis Khan lét alla hermennina sína nota assistance. Ok. Ég þarf að tjekka þessu. Herru, svo er það einmitt M-Fitness, íþróttafatnaðar, lóð og jógavörur, stóður á 15 og Tryggvabraut, Akureyri. Það er alltaf nýjar vörur í hverjum mánuði og hann má alltaf bíða eftir útsölunum. Það fer allt upp í 80%. Eins gott að lúka vel með allar ynglingbónurinn sinn. Þið svo fyndi hvað ég er alltaf að tala bónurinn minn og alla sem vilja hlusta á mig. sem að hlusta á? Nei. Alla sem vilja hlusta á mig. Ég er alltaf að segja það frá morgunbónunum. Og líka bara svona hart, katt maður á að vakna með. Já. En það er bara þannig. Það er þannig, ynglingar hjálpa mér með það. Já, ég fæ svona óheppilega tímasetta bónur. Þannig að ég... Þú ert að góða mikið. Ég geymi bara mína bónus í vasanum, sko. Já, ok. Já, ég er að gamla skólanum. Gaman að þessum. Herru, Steinar Bergs er náttúrulega líka, hann er að fara að berast á laugardaginn. Á móti aðeins reyndari andstæðing. Já, hann er einn gæinn sem að Steinar er með það. Já. Og Steinar sjálfur er 1-2 og hann áttur alltaf að vinna hann parta, þú veist, Steinar ætti að vera 2-1, en ekki 1-2 sko. Já, það var algjört robbery á móti þessum Jack þarna. Já, einmitt. Bæði sko bara röng ákvörðun, dómarinn í búrinu, þú veist, rænir á honum stöðum. Já, er að, þú veist, og dómarinn segir, þú veist, come on, you gotta work við gaunin sem er í toppstöðu. En hann er að segja þetta við Jack þegar Jack var í bottstöðu. Bara Jack, þú verður að gera eitthvað í þessu. Ég held með þér, Jack minn, fattur þú? Þú veist, það var það sem Dan Mohaedi var að segja, sko. Já, helvitis Dan Mohaedi, sem að, ég örgulega bara með eitthvað svona Íslendingabíf, það er náttúrulega dæmdi bara Dan og Skunna líka í UFC í London. Þannig að ég man þegar við fórum á stúana, þú fórst á hnén og ég fór á stúana og varum að komast í botts í þessum máli. En ég vil ég vona bara innilega að Steinar Bergs sæki sigurinn því að hann á að vera 2-1. Já, ég held að í þessum barða þá mun það ekki, þú veist, hann er ekki að fara að leave it up to the judges, sko. Nei. Þú veist, hann er bara, þú veist, hann er auðvitað svo reiður eftir hvernig það fór segast. Hann er ekki að fara, þú veist, þó að Dan Mohaedi verði að dæma hann barða, þú veist, það mun ekki vera neitt sem hann getur gert til að eyðileggja þetta fyrir honum í þetta skiptið, sko. Nei. Þegar hann verður bara komin hann til að vinna, sko. Já. Og ég sparaði við hann. Djúðlar óþægilegt. Sko, þegar ég var að spara á Anton, ég fatta alveg hvað Anton var að reyna að gera, en það var bara vont, fattar ég, og þess vegna var ég smá svona frík út. Á móti Steinari, ég fatta aldrei hvað hann var að gera. Ég fatta ekki hvað var að koma næst og hann var eitthvað svona snúa svo, ég alltaf var svona fuck, en hann setja upp svona spinning back kick, af því að I'm not going out like that, sko. Ég var ekki að fá eitthvað spinning back kick liver shot þarna fyrir eitthvað smá content, sko. Nei. Og ég held alltaf að hann var að setja það upp og svo bara koma með einhvern krók sem hitti mig í framan og ég bara svo sá það ekki einu sinni. Og það var svo mjög óþægilegt að standa fyrir framan hann og líka, veist, eins og þegar ég var að spara við Anton að, veist, ég gat jabba, ég hitti alveg jabbið og gat svona, þú veist, hei, fokkaði hann aðeins. En Steinar er svo langur að ég er ekki að reyna eitthvað að jabba og ég hitt ekki sitt, sko. Þú veist, ég held ég að ekki hitt einasta höggi á Steinar í þessu spari, sko. Varstu ekkert freistari að reyna að taka niður? Ég kann það ekkert. Nei. Ég held að ég geti tuskað þessa strákuði til í glíminu. Ja, það geti tekið á bara niður, það. Já, ég get ekki tekið Anton niður, ég get alveg sagt þér það. Hann er örugglega með svo lágan þyngdarpunkt, sko. En það má alltaf reyna. Þú geti verið... Þú stóðst eins og hetja. Þú geti verið kryptonætið hans Steinars, meinar þau? Já, hver veit. En þú er bara vinnað inn, close distance og vinnað inn og eitthvað. Og það er örugglega ekkert gaman. Nei. En það er alveg gaman að prófa að sjá, ég hafa mjög gaman að sjá þið sparra við keppnisliðið í Mjölni. Já. Ég skemmti mér konunglega. Ég trúi því. Ég skemmti mér líka alveg mjög mikið. Já. En ég varð miklu þreyttari heldur en ég átti vonu að ég og ég er náttúrulega ekki búin að æfa neitt, það viti þannig séð, sko. Nei, ertu ekki komin í svona lock-in program? Núna er the great lock-in byrjað. Já. Fyrstu svona wake-up call hann á laugardaginn? Nei. Ég viss alveg að það ekkert eitthvað, þú veist, ég kom ekkert þarna inn eitthvað haldandi, ég gæti gert eitthvað við þessa strákar, sko. Nei. Bara eitthvað, hafa gaman að þessu og búið til smá content og eitthvað. Já. Basically bara leyfa þeim að lemja mig og hafa þetta fyndið, reyna að vera með eins vel og ég get, fattur þú? Já. Þokkalega, sem þú gerir. En ég held að mitt upp á svo mómenti hafi verið þegar þú varst að seipa fyrir, eins og svona koma þér í gírinn, svona
Ég var bara, miklu betur að lamin heitur en kaldur. Já, það var mjög gott. Herru, maður verður að sippa áður maður fer inn í hringinn, sko. Já, maður er alltaf að sippa, það er rétt. Það er heitupessar mjög mér og svona. Í fréttum helst, MMA-fréttur komið aftur í loftið eftir ömulega hýsingabreitingu. Það var hræðilegt. Kobe Covington er að reyna að koma sér á Hvítahúskartið. Já, auðvitað. Hann segist vera Trumps favorite fighter eftir allt saman. Hann segir líka að Trump sé búinn að segja að... Hann megi það? Já, hann megi það. Okay. Og svona, Trump sé búinn að gefa blessun sína og þess vegna Dana White að gefa hann bara það. Já, ok. Mér erum alveg saman. Ég held að hvaða nunna frá London sem geti lamið Kobe Covington. Og ég hef aldrei heyrt Trump segja þetta að Colby sé eitthvað favorite fighter en hans. Þegar ég hef heyrt Trump spurði hann úti hver var favorite fighter hans, þá nefndi hann Habib. Þú veist. Svo Colby alltaf að segja bara ég er his favorite fighter og það. Ég bara, þú veist, hvaðan hefur þú það? Kannski hefur hann sagt það sem eitthvað svona locker room talk. Hann verður eitthvað svona, wow, you're my favorite, eitthvað svona, þú veist, eitthvað. Já, you're my favorite fighter. Eitthvað svona, you're greatest. Og hann hefur verið bara, ég alvörunni. Þetta hefur verið eitthvað algjör smooth talk. Herru, og svo var CGI 2, Greg Jones Invitational, var líka helgina. Ég var eftir að horfa það, vegna mikilvæg annað, en B-Team sigraði New Wave. Okay. Í einhverju algjöri dramatík. Okay. Það sem að allar úrslitaglíminar fóru jafntefli. Svona double elimination. Og þeir þurftu að fara niður ykkur scorecards og scorecardsin voru jöfn líka. Þannig að þeir þurftu að fara í ykkur svona second tiebreaker. Og þá var komið í ljós að B-Team sigraði. Okay. Og menn eru mjög ósáttir. Okay. En það er skrítið að liðið hans Greg Jones hafi unnið á tiebreaker í keppnina hans Greg Jones. Það er svona það sem menn eru svolítið að gagnrýna, sko. En geggja þetta sé svona jafnt að það bara sé valla hægt að skera úr high level hits er bara eitthvað svona bara, ég ætti að gera þetta og ég gera þetta. Sko, high level hits er ekkert ógeðslega skemmtilegt að horfa. Nei, en mér fannst þetta eins og CGI fyrsta. Já. Þá fannst mér út að ég er ekki fan, þú veist, ég er engin fan sem spectator af jiu-jitsu. Sérstaklega ekki í gíinu, sko. Sérstaklega ekki á íslensku mótum þegar þú mæti þresti og eitthvað þannig. Ég er bara alveg góður, sko. Hvað blendið mér dissa á mig? Mér finnst skemmtilega að horfa nógi glímur, en mér finnst samt oft, þú veist, er ég að reyna að horfa á eitthvað svona mót, ég fæ bara leið á þessu. Já. Þú veist, en mér finnst það óslega gaman að glíma sjálfur en svona sem spectator það vantar eitthvað smá þarna fyrir mig, sko. Já, en það er það svona þekkt, sko, í glímisinn. Það þarf að gera hana meira spectator friendly, sko. Sem kannski CGI er svolítið að gera. Já. En mér fannst þetta fyrra mótið sem ég horfði á, það fannst mér bara, þú veist, ég var bara, wow, þetta er bara skemmtilegasta glímót sem ég horfði á. Já. Þú veist, ég horfði bara á einhverja 4-5 glímur í röðan og sem missa athygli yfir þeim, sko. Já, ég er sammála, sko. Og allar glímurnar sem ég sá og sofnaði yfir voru bara skemmtilega, sko. Og veist, oft eitthvað svona skemmtilegt í gangi. Og svona skemmtileg skambuls. En það er bara eitthvað hótar submissioni og bara, hann hótar submissioni, hann slappa. Svo kemur eitthvað svona stalemæti með dæmi og eitthvað og maður er svona, come on. En alveg fyndið samt, sko, þeir voru svona að para saman, sko, of þunga gauðra við léttari gæði, það var svona, að þið fyrstu mötsum voru svona random. Það var svolítið fyndið, þegar kom bara gæðin sem er þyngri og hann bara, smash. Þannig að þó eigi að vera eitthvað svona þyngd skiptir ekki máli. Það er mesta rugl sem ég hef heyrt. Já, það skiptir mjög miklu máli. Það er bara að glíma við gæði sem er þyngri þú, bara þú mátt ekki lenda undir og lendur undir, það er bara fakt. Ég var að glíma við eitthvað vöðva naut daginn, sko, og ég var bara, ef þú kynir aðeins meiri glímið, það væri svo mikið að rústa mér. En sem betur fyrir fór það ekki þannig. Þannig að það var gaman. En Greg Jones buggy chokaði Chael Sonnen tvisvar og svæfði hann. Já, það var bara 30 sekundur þessi glíma. Já, hann var lengur að labba inn. Já. Heldur en endast í pittinum í rauninni. En Sonnen byrjaði þetta vel, eða svona, þú veist, hann tók hann niður og eitthvað svona, maður var alveg bara svona, hey, wow, hvað er að gerast inn það? En svo var það bara... Það er ekki bara Greg Jones aðeins að, hann var líka með svona WWE-dæmi, skilur hann svona, var með hendin út svona, hvað ég gera? Og svo greip hann eitthvað á, sett upp eitthvað buggy choke, ógeðslega hægt, bara eitthvað svona trilla salin, sko.
Það var mjög skemmt að dóla á þetta. Og svo vaknaði Chael Sonnen og bara best 2 out of 3 og Bucky tjókaði aftur og hann bara 3 out of 5. Aldrei, ef við væri tjókaðar út gæti ég bara svona, tökum þetta aftur ég bara einu sem verið tjókaðar út sem eitthvað content dæmi, sko, og það mér meðan það bara ógislegt, sko. Þegar Aron gerði hérna við í stúdíónu. Já, ég var úti í svona kvart sekúndu, sko. Hefur aldrei verið tjókaðar út bara í glímu? Nei. Ég var einu sem verið nálægt í og þú veist þá svona, þú fer svona inn í göngin, skilur, allt verður dimmt einhvern veginn og svona sjóndaleiningurinn að minnka, sko. Pínu skerið dót, sko, en ég rétt slapp svona á síðustu stundu, en þá vissi ég valla hvað ég var, sko. Og ég horfði á Bjarka og Séra og bara, og horfði svo á gaurinn og gæinn bara, eða svona, gaf mér svona þann lúk og ég bara, eitthvað, leit á klukkunni og bara, við höfum að glíma. Já, tappar ekki út, þú slafst. Nei, ég slapp, það var rétt svo. Ég bara svona rétt árin sofnaði, þá heyrði ég svona í Magga svona, dragði hendina út og bara, já, rétt náða að draga læstu hendina út, ég var svona triangle tjóki og já, rétt slapp. Allt er gott sem endur vel, svo vann ég þessa glímu 2-0 á stegum. Af því að ég er bara í leiðunum glímum. Vann fyrstu glímuna með kólabjarnatekni, þar sem þú svona hengur á anstæðingunum með svo kólabjörn, þá getur tímið rennur út. Og hann glímuna gegn þrestni með að standa í 8 mínútur eða eitthvað og tók ekki í hennas. Þannig að ég er ekki táknugæði. Ég er táknum mjög leiðilega glímu. En svo skils mér að þröstur vinn minn sé að púlla út úr bífglímunni á Akureyri. Nú? Já. Hvað hann eitthvað meiddur það? Nei, bara eitthvað blankur kallinn. Nú? Já. Þröstur blankur? Já, hann finnst ekki að gera neitt gott á OnlyFans. Okay. Nei, hann er að fara á Evrópumótið. Já, og það er svona, fyrst hann er að stefna á Evrópumótið, að það meika meira sens fyrir hann að fara þangað. Og var hann ekki bara hræddur að lenda í sleikinu eða? Jú, ég held að þetta var eitt af þessum mómentum þar sem að menn er eitthvað svona, ég kemst ekki, ég er svo blankur af glímugetu. En svo hann ekki búin að hóta að ristlokka mig endalaust, sko. Ég held að geta alveg gert það, sko. Já. Hann hefur voða gaman að því, sko. Hún finnst það mjög gaman. Ég kann ekki ristlokk, kann ekki verðast ristlokk. En sá fyrir mér, en ef ég set upp svona Kimura gameplan og fer alltaf 2 hendi á eina, þá getur ég ekki ristlokka mig. Þannig að ég ætla að counta hann þannig. Okay. Þannig að en það er svona mitt hernaðarleyndamál sem enginn fær að vita. Þannig að nema náttúrulega allir hlustundur finnir lóðumar. Já, og þessir ágætu menn sem eru að horfa live. Já, ok. Þannig að velkomin til okkar. Já. Live áhorfendur. Live áhorfendur og bara endur að spyrja þegar við erum spurningar. Herru, áðurum fyrir að ræða UFC. Þá ætlum ég að minna á síðustu yttralina. Það er prepparinn Makrosbar, auðvitað leiðin til að borða holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vestlandsvegi. Það er ítalska skálinn sem ég held áfram að tyggja ofan í hlustundur og bygga. Ertu búin að prófa? Ég er að fasta núna. Ég kom með sólarhring núna. Akkurat núna, klukkan núna meira en 8, já. Hvað ætlar að fasta lengi? Sko, ég veit það ekki. Ég er að meta allan 2 sólarhringa. Ég er að meta, sko, bara að sjá hversu langt ég kemst með það, sko. Já. Kannski taka 5, kannski taka 7, I don't know. Ok, og svo beint á prepparinn í ítalska skálina. Sko ég er alveg til að verða svona fuglamamma sem að tyggur ofan í mat og svo ælir upp í því og þú bara, jarðaber og eitthvað, brauðtinningar. Já, ég þarf að kannski beint þetta föstuna, sko, og verður að vera svona brjóta niður fyrir mig. Já, ég hef svona verið búin að tyggja þetta vel og setja enzim inn í þetta og svona. Já, það er þetta bara geggja plan. Gott content fyrir lótuna. Ógeðslegt content maður, skrýjast það. Herru, og svo er það auðvitað Unbroken, real-time recovery, frjálsfljóðandi aminosýrur unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ætti ekki hika við að prófa Unbroken. Algjör gæða vara í alla staði. Já, ég mæli með. Ég var eitthvað slappipú daginn og alltaf fór svona aðsvif og eitthvað. Og þá prófaði ég bara að henda í mig Unbroken fyrir B12 og eitthvað og það bara svín lagaðist. Sko, Unbroken í þingunni maður virkar. Já. That shit works 70% of the time, every time. Já, 100%. Herru, næsta dag svo er að sjálfsögðu UFC í París. Það sem að við verðum ekki með útsendra, að hann verður upptekinn í Keflavík. Þannig að Tjá Barallo á móti Imavov. Ég er bara að opna Coolbet-songast. Af því ég er með eitt insight helgina sem ég ætla að slamma peninga. Ég er með Coolbet-óbiðina, hvað eru að hugsa? Við erum að sjálfsögðu að hugsa Tjá Barallo. Já. Þannig að á móti Imavov. Chaparral 1.81. Vá, ég er að fara að hamra þetta. 1.81. Það er að hamra 1.81 á Chaparral. Já.
Já, erfitt með hann að bota. Ég líka. En ég held bara að Borrell sé aðeins betri allstaðar. Bara aðeins betri. Hann bara með þetta eitthvað aðeins ekstra, kannski bara meiri skepna. Hann sjá bara alveg sem meiri skepna. Já, getur verið. En ekki 7-0 og ósigraður UFC. Og já, búin að eiga bara einhvern veginn sterkar frammistöður. Já, og bara þetta tím, sko. Þannig að sko, þetta náttúrulega sá sem vinnur fæ titilinn, við erum allir sammála um það. Jú, 100%. Allir, báðir til. Allir, já. Sko, Imavov var boðið að vera backup fighter á 319, hafnaði því til að einbeita til þessu. Og Borrell gerði það. Já. Hann Borrell viktaði inn hana fyrir 3 vikum. Já. Er það mistök eða? Að vikta inn? Já. Þú veist, Imavov segir, nei, ég einbeita mér að fight, tjá Borrell og segir, já, ég til í það. Sko, þú veist, það hlýtur að, þú veist, taka á hann að kötta niður í keppnisviktina sína og gera þetta þegar þú átt bara að vera, þegar kampið þetta ætti bara að vera í hámarki. Þú veist, ég held að geta ekki verið gott fyrir hann, sko, en þú veist, ætla hann sé ekki bara búin að jafna sig. Jú, það ekki. Köttar hann mikið? Ég veit það ekki. Þú veist, já, ég veist það köttar bara allir mikið í dag. Já, þú veist, það er alveg satt. Ég held að þetta muni ekki hjálpa honum. Nei, alveg potið ekki. En ég held samt bara, þú veist, hann bara professional, hann bara gera það sem hann þurfti að gera og hélt svo bara áfram og... Já, tekur tjekkan. Já. En þetta kannski svona, mér finnst þetta vera svona villtasta breytan. Já, algjörlega. Fyrir þennan fætt. Og Imavov postaði á social media, sko, það sem að Borrell var að vikta sinn og hann var að borða hamburger og franskar og bara tjúst lúði. sem er bara... Hann pott ekki borða hamburger og franskar, þetta var bara props í þessu footage. Ég ekki bara fengið lánaðan einhvern svona plasthamburger og plastfranskar og þóst eða stólaði mömmu sinni eða eitthvað. Já, eitthvað hannig. Já, sko, ef fyrir maður sé yfir svona fyrirlinans and Imavov, sigrar Israel Adesanya, Brendan Allen, Jared Cannonier og Roman Dolidze. Þetta er fínasta fyrir, sko. Þetta er gott raun, sko. Þetta er mjög gott raun. Vann líka Jókin Bökkli fyrir það, sko. Já. Þegar hann var áður en hann fór niður í veltuveit, sko. Einmitt. Þannig að hann er alveg, þú veist, og menn Sebastian fyrir það, þetta er alveg nöfn sem hann er með á fyrirskránu, sko. 100%. Fyrir með fyrirskránu hans, Tjá Baraló, á eitthvað, grappling maður Brendan Allen, vinnur það, en þar á undan, Jared Cannonier, Paul Craig, Abus Magomedov og svo Mihail Oleksichuk þegar hann var að skýta á sig í öllu. Þannig að Imavov er með betri fyrirskránu. Við erum sammála um það? Já, allan svona síðustu bardaðarönnið. Já. Ég svona segja það, sko. Þetta er svona upp á síðan. Við horfum á eitthvað fætir, skilur frá 2020, 2002, segir ekkert ógeðslega mikið, sko. Svona, þú veist, með að það er 2005. En ef við horfum á þetta tvenn, og bara Imavov með betra anstæðinga á svona recent fights, síðustu 3, whatever, og tekur ekki pásu á kampinu sinu til að fljúga út til Saudi, kötta og eitthvað svona vesen. Og er búin að vinna, þú veist, fyrrum UFC-fætur og svona, og mér finnst svona viltu... Fyrrum champion-mennur. Já, þú veist, Adesanya. Og þannig að á því leveli, á svona utanleikindi breytum, þá myndi ég segja að Imavov væri klárlega favorite fyrir að hafa ekki köttað og sterkari fyrirskap. Sterkari anstæðinga. Já. Ég skil samt að Tjá sé favorite, sko. Tilfinningin mín er bara Tjá, sko. Já. Þannig að The Russian Sniper með svona aðeins og svona ef að Tjá ákveður að gera þetta dirty þá finnst mann hafa alltaf burði í það ef hann ákveður bara að gera vesen, sko. En ef það er svona standa bara í ykkur kickboxnaundi og býttast á höggum í ykkur sparkfélag er Imavov náttúrulega clinical, sko. Já. Það er svona... En Borrell er það líka, sko. Já. En ég er rétt með því að, sko, Borrell þarf bara að gera það svolítið dirty og bara, þú veist, klessan upp í búrið og þú veist, dirty boxing og eitthvað. Ekki bara standa og skiptast á höggum, sko. Nei, ég er sammála. En ég hugsa að eins og staðin núna að þá gefi ég þetta á Tjá Baraló. Já, ég líka.
fyrir bara svona utanleikandi faktora, betri félagskap og svona method og victory svona 50-50, hann vinnur standandi kickbox rangeið en svona alltaf, þú veist getur bara alveg ákveða að gera þetta dirty, klinsi meira og svona gert það sínum leik en einhvern veginn sá sem á initiativið fyrst með pínu vinna þú veist, ef að Imavov er fyrstur og síðastur bara búm, húp, búm að þá finnst mér sem hann geti pikkað bara alveg apart sem heimamaður þannig að þú veist þetta er alltaf bara, það er líka það sko hann er heimamaður, þannig að annarkvæmst svona færi hann byrjur undir báða vængi eða bara fúldar þannig að ég svona, því meira sem ég tala um þetta því meira er ég á Imavov vagnin Já, allan svona, þú veist þetta rugl að fara að kötta 3 vikum fyrir heimavöllur, þetta er svona ýmislegt en ef þú bara horfir á þessu 2 fætira þá held ég bara Borrell sé bara aðeins betri allstaðar Ég allan mikla trú á honum Já, ég sammála Coolbet sagði hvað? 1.80 1.81 á Borrell og 2.05 á Imavov Já Þetta er svona nokkurn veginn 50-50, þú veist, Borrell er aðeins sigurstranglegri. Já. Ég skil það, mér finnst það bara fair stuðla, sko. Já, ég er svolítið sammála því. Herri, co-main eventið er ógeðslega skemmtilegt. Shit, já, fuck. Sko, mér finnst það er semi-main event fyrir mér, sko. Já, einmitt, það er ekkert aðeins co-main eventið, það er eiginlega meira spennandi heldur en... Já, heldur það að þetta verði bara 3 lótur? Út af því að þetta gæti svo verið geggjaðir 5 lótu fight, sko. Já, en samkvæmt Tapology þá er þetta 3.5 Er þetta 5 lótur? Nei, já, 3.5 segir þú, já, 3 lótur, já það ætti náttúrulega að vera það 5 3 lótur, hvernig þú gæði þetta? Ég head in the game í það byggi Já, en þú veist, stundum eru fætar eins og, þú veist, Aljamain Sterling daginn það var eitthvað á móti Brian Ortega, það var látið vera 5 lótu co-main, þú veist, okkur var það látið vera 5 lótu co-main og þetta látið vera 3 lótu co-main, þú veist, miklu frekar hinsegin, sko. Já, ég er með kenningu. Rufi var mjög náttúrulega að gasa í einu fætt, mann ekki hvort að var myndi James Leon Top eða King Bobby Green. Já. Það sem að hann var það var Leon Top sem hann fór alla leið. Já. En það sem hann sko hann er bara með þól í svona 2 lótur hann gerir mikið af stórum hreyfingum mikið af spörkum og svona vesinni explosive stuff sko hann er ekkert með það gott kardio hefur alltaf ekki sýnt að hinga til sko hann hefur verið að klára fight, þú veist klára King Bobby Green Jamie Malarkey og eitthvað en þetta er ekki topp level af gauðurum Benoit Saint-Denis er topp level gæi lendir í veðsynni móti Dustin Poirier mæti með staph infection í þann fight og setur bara alla chipana á borðið og tapar mæti svo Reynard Moicano tapar af því að hann fekk svo slæma skurð frá augað og tekur svo Moicano var bara með sko. Moicano var með sko. Já, 100% en það var líka aftur eitthvað svona diskutering hvort hann var með staph þannig að ef við hórum þennan með svona ég veit ekki með Rufi Nei, þetta er alltaf langstærsta testið sko. Langstærsta testið Benoit Saint-Denis er skerigur og hann er með cardio for days þannig að mér finnst þetta svona vinni cardiobardagan og Hakan og Rufi, hann er svo mikið svona Conor McGregor gæði stundum hann gerir flotta hluti en Hakan hans getur verið svolítið hátt upp í stundum þannig að þú veist og Benoit Saint-Denis er bara vel hæfur í glímu sko. Þannig að bæði sko er Hakan hans Rufi átt uppi og ef hann, þú veist og Rufi er endur mikið niður með hendunar en við höfum séð Benoit Saint-Denis bara klára menn með bodyspörkum eins og hann gerði við annan Bonfim-bróðurinn þar sem hann bara neglir í skokkinu á hann Svo hann bara, já, neldi í mig og svo bara, já, neldi í mig Þannig að ég er aftur svona en ég segði þetta klikað það er Benoit Saint-Denis 2.85 Já, ég veit það á móti Rufi 1.45 mjög skrítið sko Mér finnst það skrítið með að við að þetta er í Fraklandi og það er eiga til að matcha sko Frakland favorably og þú veist það er engin skömm í því að tapa móti Reynard Moicano þegar Moicano var bara on a tear það var engin skömm fyrir því að tapa fyrir Dustin Poirier sérstaklega mæti bara með staph infection og það er bara
bara let's fucking go. Mér finnst þessi stuðlar svolítið skektir. Já, ég mjög svona. En maður svona miða við að Rúfi hefur kannski ekki hann hefur aldrei farið á þetta level. Nei. Hann ekki bara í París, hann berðast með heimamanni og bara ef að Benoit Saint-Denis getur drullast til að fá ekki staffinfeksjón í svona korter. Sko þú veist, Benoit Saint-Denis bara með staffinfeksjón eins og ég með hringorm, skilur. Þetta bara einhvern veginn sest í mann og bara, þú veist, maður bara, gauð, farið sturtu. Beint eftir æfingu. En maður svona... Kannski fólk aðeins svo mikið einhvern veginn að spá í því. En það var alltaf bara móti Bobby Green sem að löngu búinn og ætti bara að vera retired. Já. Þannig að ég held að fólk sé aðeins svo mikið svona, þú veist, hann of mikið að ræta ennþá á þessari öldu að hafa náð þessu spinning wheel kick, spinning heel kick, hérna, KO. Já. Jón segir, Rúfi þarf ekki meir en 2 lótur til að taka Saint-Denis. Ok. Jón. Þú komin á annan account og... Já, ég laumast með því. Það fólk að kommenta. Já, ég veit að fólk að kommenta. Já, ok, en ok. Jón segir að hann þurfi bara 2 lótur til að klára hann. Já. Ok. Já, ég meina það getur alveg verið. Rúfi það góður að maður bara, þú veist, maður bara in awe þegar maður að horfa á hann, sko. Já. En núna þetta sem bara svo allt annað level heldur en Bobby Green. Þú veist. Já. BSD bara fucking skepna. Þú veist. Ekki bara hann sé warrior, hann God of War, hann alvöru stríðsmaður, hann bara, þú veist. Og bara... Þessi gæði hefur drepið fólk, sko. Já, og bara, þú veist, taktarnir sem hann sýnt inn í búrinu, sko. Já. Þú veist, þetta ekki alveg gæðin sem að, þú veist, þó þú sést einhver finisher, þú veist, þá þetta gæðin sem þú þarft að vera tilbúin að standa með alla 15 mínútur, sko. Já, 100%. Og sko, ok, Jón hefur miklu trúið því að hann klára þetta 2 í bara, þau eru bara 2 lúður. Ok, ég var að dissa kardíóðan hans. Sko, hvað hefur hann gert á 2 lúðum? Þú veist, hann fer Raymond Magodeliev, mann nú ekki alveg hver það en það ground and pound í 3. lúðu. En ef við förum sko það contender series barndagi líka. Já. En í UFC, þá hefur hann klárað King Bobby Green og Jamie Larkey innan með 2 lúður. Ég mjög hrifinn á Jamie Larkey. Mér finnst það mjög skemmtileg barndagi. Hann gallharður, sko. Já. Þannig að þú veist, ég man ekki alveg eftir því, sko. En það alveg, þú veist, að klára Jamie Larkey í 1. lúðu, það alveg afrek, sko. Já. Nei, ég var að segja, veist, það punktur eða? Ég held að Ruffy sé ekki að fara að klára hann, sko. Ég held að hann gæti kannski alveg unnið hann decision, sko. Þá hann þreyttur og allt það. En ég veit ekki, ég sé ekki alveg fyrir mér að hann klára hann, sko. Ekki nema lendi bara einhverju spinning kicki of death, fattaru. Já. En ég held að þetta eftir að vera svolítið back and forth, sko. Og ég held að BSD eigi eftir að svona vinna sér betur og betur inn í þetta og svolítið eiga mjög sterkar 3. lóðu og vinna þetta á decision. Já. Það mín tilfinning allavega. En já, ég hugsa sko, ok, hvað ef að Benoit Saint-Denis ákveður að gera það ljótt í 1. lótu, keirinn við búrið, riðlast það á honum? Ég held að það geti verið hættulegt fyrir Benoit Saint-Denis að hann alltaf bara einhvern veginn setja allir chipsin á borðið að þá mun hann éta eitthvað högg, eitthvað frumlegt högg. Já. Þannig að ég held að Benoit Saint-Denis ætti bara að koma inn í þetta frekar rólegur og svo bara pussa pace meira og meira, sko. Frekar heldur hann að koma inn í eitthvað bilað dæmi og því að þú veist, þá kemur bara eitthvað flying knee sem hann mun ekki sjá eða eitthvað þannig, eitthvað svona spectacular shit sem við vitum að Ruffy getur púlað, sko. En ég held að Benoit Saint-Denis eiga að koma mjög yfirvegar inn í þetta og bara hægt og bítandi ná yfirhöndinni og lókum bara drekkja Ruffy. Okay, og bara taka niður og láta hann bera þyngdina sinna, láta hann reyna að komast á lappir og aftur niður og þú veist, þeir eru báðir skemmtilegi strækjarar, en Benoit Saint-Denis miklu betri í glímu, allan að ég hef ekki séð Ruffy neitt í glímunni til að geta einhvern veginn tala það, sko. En ég hef séð það frá BSD, sko. Þannig að, já, ég held að það væri sniðut, kannski 1. lótan hjá BSD væri bara glíma og láta hann, þú veist, taka niður, láta hann standa upp, allt þetta og, þú veist, koma og þreyttar inn í 2. og 3. lótu og kaffa hann svolítið þar. Já, ég sammála. Hérna, Jón hefur ekkert viljað tjá sig hvernig hann sér barnaðan fara, en það allt í góðu, við höldum áfram. Herri, það eru spennandi gaurar í hérna Bolajai Oki frá Belgíu á móti Mason Jones frá Wales. Mjög hrifinn af Mason Jones. Ég er enda mjög hrifinn af Bolajai Oki líka. Það eitt vöðvanót
naut sem að hefur verið fullt í brunns að byrja en svona ef ég gef svona my 2 cents þannig bara að þá til að byrja með Mason Jones 16-2 móti Bolaji Oki 10-2 töluvert meiri reynslu 6 sigurum meiri reynslu Mason Jones var eins og köttaður UFC fór í önnur promotion kom svo tilbaka og fekk fyrsta barndaginn sem kom tilbaka í UFC var á móti Jeremy Stephens Jeremy Stephens miklu betri andstæðingur en það sem að Bolaji Oki hefur mætt í UFC þannig að ég held að Mason Jones reynslu meiri og hefur mætt erfiðari andstæðingum og sigrað erfiðari andstæðinga plus þessi breyta sem við höfum rætt áður þegar þú kött á UFC ferð annað, buffar menn, kemur tilbaka Sótt hann ekki með svo bara titil í Cage Warriors í mildtíðina? Jú, hvað það sé breytt sér þannig að það er ekki rétt mér, ég er rugglunum með einhvern annan en þú veist bara já, þú veist, hann var köttar í UFC og fór bara á 4 barda run í Cage Warriors og þú veist, 3 af 4 eru finishes, sko. Já. Og hann víst, sko, þú veist, hann í bardaðanum Jeremy Stephens, þá stóð hann bara með Stephens og þeir voru bara að treyta og það var geðað skemmtilegu fight. Og hann var í raun og raun að gefa Jeremy Stephens alltaf mikla sensa af því að hann víst miklu betri glímaður, hann Mason Jones, sko. Hefði alveg getað tekið hann niður en hann valdi bara að gera eitthvað skemmtilegt sjó hann með fyrir fólki með Stephens þannig að þú veist, þetta gæði sem bara svona þú veist, fattar, hann til í að taka bara sensa út og hann finnst það gaman og eitthvað ég bara fíla hann gæja í tætlir sko. Já, hann líka með fleiri vopn með að við þessi bardaga frá Oki sem að ég fór aðeins yfir bardagan hans bara Jones með fleiri vopn, hann með frumlegri olbúa, koma á uppi, niðri, við hliðar eitthvað sem að OK var ekki sýnt hann með meira CRISPR, hann getur farið í spinningdótið og svona, hann getur gert maður skemmtilegt hann vilar ekki fyrir sig glímuna og ég held að sé bara heilt yfir með meiri vopn meiri reynslu og OK mjög stór og hvernig fjandarinn var hann berast við síðast, ég horfði á OK, hann bara síðast á móti Michael Aswell sem var að debúa í UFC og hann var miklu stærri en Aswell og bara Aswell hafði engan kraft til að hóta honum með og OK gat bara svona bara bullið hann gat bara pressa hann, ef hann fekk eitthvað tilbaka engin kraftur í honum í Aswell þarf að segja bara bullið hann, þetta var bara hans game það er eitthvað sem getur ekki gert við Jones mjög stór hann alveg að fara að matcha henni í hæð hann að fara að gefa henni meiri vopn hann ógeðslega game hann getur étið högg þetta kannski ósanngjöld greining sko, og ósanngjöld spjall á þærfandi OK sko. En Jones bara jafnar hann í öllum þessum yfirburðabreytum sem OK hefur verið með pluss það að hann bara með meiri reynslu og meiri reynslu og betri vopn þannig að ég verð að segja að þetta fari á Mason Jones þannig í París ég mjög svona og hann líka 1.61 á Mason Jones 2.38 á OK það er bara stránkheðilegt eins og ég sá þetta sko ég held að það sé bara mjög heiðilegt og ég hugsa að ég slappi inn á penning á Mason Jones allan á parley ertu hættur að setja svona rugglaða parleyða saman? Nei, never þú veist, mér finnst bara gaman sko að setja alla á parley og 2 evrur, fattaru og geta unni 1.000.000 eða eitthvað, fattaru þú veist, og þú veist, eins og eitt kvöldan daginn, þú veist, þá voru það það voru 11 fætar ég hitti 8 í röð þú veist, það var svo fucking gaman maður, þú veist, ég var bara ég er að verða 1.000.000 menningur Hvað sem er stambinu? Líka við, sko, þetta var mér bara auka kraft og þetta bara risið en já, ég elska að gera svona parlays, stór parlays og eitthvað og þú veist það lendir ekki alltaf en að komast nálægt í að lenda er bara nógu mikil skemmtun in itself bara ég segi einu svona 10 leik parlay hitti 9 og main eventi tapaðist main eventinu er bara en samt það er bara stemming í því það er algjör stemming sko. Já, þetta er úrslega gaman sko. maður gerir það bara fyrir stemmingina og öskra á skjáin og svona og hvetja með áfram nálega. En svo finnst mér líka alveg gaman að gera kannski eitthvað svona sérstaklega ef ég sé eitthvað svona
50-50 fight eða 50-50 stuðlar en mér finnst annar gaurinn miklu sigurstranglegri, finnst mér alveg gaman að setja 15 skall á þann fighter og mér finnst alveg gaman að setja kannski 50-60 eitthvað svona, ekkert of mikið á kannski einhverja 3 eitthvað svona sem er líklegt að lenda en svo langar mig alltaf að vera með 1 svona 10, 1, 5 eitthvað svona, bara eitthvað sem ég set bara eitthvað smá peninga á, skiptir ekki máli hvort þið tapið eða ekki, en ef það skildi lenda, þá er náttúrulega bara jólin og þú getur sagt þetta við en að þú sett bettinguð og veitir allt með sig og eitthvað nákvæmlega, og bara, og ef það kemst nálægt til að lenda þá mun það gefa mér svo mikla skemmtun að 10 evrurnar sem ég lagði undir ekki neitt með það sko. Já, í stóra samhenginu. Herri, við fáum svona, ég lof mér að segja pissupása. Þegar Modestas Bukauskas mæti Paul Craig. Já. Er ljótt að segja pissupása? Nei, þetta er bara tellækirið sko. Já. Þetta er svo sem, Paul Craig er náttúrulega bara legend og Bukauskas er alveg flottu gæi sko. Og þetta eru bara að margir aðrir bardagar sem gæti verið pissupása líka sko. En þetta er svo sem ekkert eitthvað að fara að breyta einhverju stöðu í deildinni eða eitthvað þannig sko. Nei, vissulega ekki, þetta er bara fætt. En Bukauskas vann Ion Cutelaba í síðasta barda. Splittir síðan vissulega. En maður er samt svona ok. Já, hann er nefnilega bara, hann er flott strækir sko. Það var svona, og þú veist Paul Craig reyndi að stræka á móti hvað heitir gæinn sem ég alltaf heita Bo Nickal tapaði strækingbarna á móti Bo Nickal og þá var maður bara gaur tapaði strækingbarna á móti Bo Nickal þannig ég hef ekkert meira að vita allir að Paul Craig er submission artisti hann getur alltaf fundið eitthvað late finish sko. já, vissulega það er alltaf minni líkur á því núna já, mér finnst það, hvað er hann gamall Paul Craig? Paul Craig er 37 Já, það er ekkert eitthvað, það er aldurinn en svona. En Bukauskas, 31, miklu betri strækjar. Og þú veist, meira svona well-rounded kannski, þú veist, combat. Já, algjörlega. Maður. Paul Craig hefur aldrei unnið decision. Hann hefur bara KOs og submissions, aðalega submissions. Hann hefur aldrei unnið decision. Hvernig hefur Paul Craig rótað? Það stúluð mér. 2 TKOs í fyrsta lótu og 2 í annar lótu. Ég man ekki hvort að þetta var ekkert endilega í UFC sko. Nei. Já, hann ground and poundaði Andre Muniz og hann strikes from guard á móti Jamal Hill en það voru einhver miðsli þar sko. Já, glæslegur ferill. En hann er á sko 3 barda taprinu og 1 no contest. Það er ekkert að frétta. Shogun Rua tappaði út af strikes á mótunum. Shogun Rua hefur vantilega verið orðinn svolítið gamall. Já, þetta var 2020. Já. Það var svona síðast. Já. 1-3 á móti 3-50 Paul Craig. Ég myndi alltaf taka Bukauskas ef við væri a betting man, sko. Já. Ef við væri eitthvað svona að setja saman eitthvað parlay, sko. Ég myndi aldrei tippa á þetta eitthvað single, sko. Nei. En ég veit ekki, er ekki Paul Craig bara, er þetta ekki bara síðasti barndana? Er hann ekki bara tilbúin að hengja panskana á? Ég veit það ekki, verður ekki bara köttað það, bróði? Nei, hann er einn af svona gaurinn sem verður ekkert köttaður, fattar þú? Nei, hann er svona trooper, hann mætir alltaf bara á... Já, verður ekki kötta Braveheart, sko. Nei. En þú veist, það er svo sem ekkert eitthvað mikið eftir fyrir hann og þú veist, hann er náttúrulega bara ekki á góðu runni. Þú veist, hann er ekki búin að vinna síðan Andre Muniz fightinn 2023, sko. Hældi því. Bara, En samt, þú veist, Brendan Allen, Borai og Bo Nickal dreflega eru gaurar, sko. Þú veist, kannski Bo Nickal þú veist, say what you will, fattur en Kai Borai og Brendan Allen við bara það, sko. Það er svona skiljanlegt að gæða eins og Paul Craig tappa móti þeim, sko. En Paul Craig getur alltaf gert eitthvað skemmtilegt og þú veist, Paul Craig Fight Week, þetta er skemmtilegt. Við munum sjá eitthvað skemmtilegt viðtöl og hann mun hafa eitthvað skemmtilegt að segja og þetta verður stemming. Já, eitthvað óskiljanlegt að segja. Herru, Fares Siam á móti K. Fernandes. Já. Manst eftir K. Fernandes í London, já maður. Sem að fucking buffaði stóra bróðan skruma. Já, Guram Kutataladze. Já, Kutaladze. Já. Guram Kutaladze. Er ekki Kutataladze? Nei, ekki bara Kutaladze. Nei, Kutataladze. Já, þetta er einu of mikið. Nei, já. Nei, ég vissi þetta væri ekki rangt um mig, sko. Þetta er einhver stamari sem hefur skilt.
En já, sko, Fernandes alveg, eignaðist fan í mér á þessu kvöldi, sko. 100%. Var mjög flottur. 100%. Og hvort það voru ekki low-kick hans, minna hann að sko hoggið undan Gúram báða fætina, sko. Já. Að Gúram hefði þá bara skipt stöðu af því að low-kickin voru að hafa svo mikil áhrif. Já. Og svo var hann bara, fuck, ég búinn með alla fætina mína. Þannig að Fernandes er með sterk low-kick, sko, en ég held Siam sér með svolítið góð low-kick líka. Og allan góðu kickboxer, sko. Þannig þetta verður ekki bara svolítið skemmtilegur kickbox fight, sko. Ég held að mér veist Fernandes vera svona dark horse kvöldsins. Já. Hann 3-6, hann alltaf ógeðslega underrated. Já. En sko getist í að melli Gúram og farið Siam gífurlegt. Já. Og ekki farið Siam með eitthvað fáránlega langan faðm? Jú, hann langur. Bara, ég ætla að flétta upp, eldsnægt, hvað hann eitthvað svona trillingslega langur. 1.85 á hæð, 1.91 í faðm. Já. Þú veist, byrjað saman við Fernandes sem er 1.87 í faðm, að munar 6 cm. Og og 5 cm hæð, hann er miklu minni. En þetta er svona dark horse dæmi. Mér finnst, ég bara skil ekki af hverju Fernandes er alltaf svona geðveikt mikill underdog, af því að það var ekkert að bardaganum hans í London. Nei. Þú veist, hann var bara mjög solid, kompakt og flottur. Já, hann var líka underdog þar, sko. Já, gífurlega underdog, sko. Hann er alltaf 3 eitthvað. Þannig ég skil ekki alveg, ok, vissulega þarf hann þarf að close distance og hann móti gæja sem að bara, þú veist, nýti fjarlæðin sína rosalega vel. Þannig að þetta er þetta erfiðu fight, sko. Í Fraklandi líka. Í Fraklandi, en með við leggkickin, þú veist, hann pottu að fara ykkur leggkicks og eitthvað svona fyrsta lóti og hægja á farið Siam og veist það, þetta er bara það sem að farið Siam á að vinna, 100%. En þetta er minn dark horse. Þetta er svona Króatía á heimsmeistaramóti. Það er auðvitað alltaf að treysta low-kickinn á móti svona gaun með svona rýts sem getur bara nellt í beinni hægri þegar þú stígur inn og low-kickið. En þú veist, low-kickinn hans eru deadly eins og við sáum í London. Þannig að það getur orðið stórfaktor í þessu, sko. En Siam er samt svo fucking smooth eitthvað. Ég ætla að setja þetta á Siam, sko, en ég myndi segja að Sturlandi séu rugl hérna, sko. Já. Ef ég væri a betting man sem ég er, þá myndi ég bara voita hann bara það. Já, eða bara, veist, sko ég mun halda með Fernandes og ég mun örugglega henda í, þú veist, kannski 30 eurur singul á hann, bara til að vera með honum í þessu. Já, það er ekki bara sangja. Ég held það. Ég áttur að setja nóg mikið pening þannig að payoutið verði yfir 100. Já. Þannig að þá þarf ég að setja eitthvað aðeins meira 30. Já. Nei, ekki einu sinni. Ef það er eitthvað 3,6 þá... Þið fann að gera þetta svona bandaríst, svona. Það er að fá $100 tilbaka. Já, þeir eru ekki alltaf stuðlana þannig. Já. Nei, bara, mér langar að sjá bara, þú veist, mér langar að hafa almennilega upphæð í sigrunum mínum, fattar. Já. Þannig ég geri þetta oft ef ég er svona, ég ætla að setja þetta bet og sé þetta bara 90 eitthvað, og svona, já, ok, 5 eurur viðbót, já, ok, 100 eitthvað, nice. Já, það er bara fair enough, sko. Er ég að gleyma einhvern bara það, Nei, þú ert allan ekki að hoppa yfir neitt, sko. Nei, ég er ekki að hoppa yfir. Svo komið að vini mínum Patricio Pitbull. Sem að þú elskar. Ég elskan. Á móti Rosen Keita. Já. Sem er órankað. Er hann að debutða í... Já. Yes. Þannig að, já, ég held með Rosen Keita. Já. Og Black Panther. Það er ekki það. Á móti Patricio Pitbull. Myndur þú vilja... Hann kemur frá, sko, Guinea. And fighting out of Belgium. Ok. Já. Myndur þú vilja debut í UFC á móti Patricio Pitbull? Já, bara, endla. En, sko, mér finnst eins og ég hafi séð þetta upplegg alltaf oft, að einhver er að debua... Ég held sem málið er bara að við erum bara að fatta hvað Pitbull sökkar og við erum að finna einhvern debutant fyrir hann. Nei, Pitbull sökkar ekkert. Galinn, eða? Nei, ok, þú veist, Pitbull sökkaði þarna á móti hvernig var hann aftur, Jair Rodríguez. Já, pakkaði þetta nýgæði. Já. Eða þú veist, spilaði svona sinn leik á móti Danny Gay? Mér finnst það bara ekkert speskæði, sko. Ég ætla að halda með Keita. Ég veit ekkert hann, en ég held með honum og ég ætla að setja smá pinning á hann. Ok, það er 2.75 á Pitbull. Já, ég skil það maður, hann sökkar. En þú veist, hann er að debut í UFC. Við vitum nokkurn veginn alltaf að gæjarnar sem að debut í UFC eru mjög líklega til að tapa UFC debutinu sinu. Já.
og þú mæta Patricio Pitbull sem mjög reyndur og sigraði Dan Ige, það engin skömm í því að Pitbull meikaði ekki debut sitt í UFC og svona pínu krasjaði á móti Jair Rodríguez var Bellator champ eða ekki fótt, jú, Bellator champ þannig ég svona mér finnst það hálf galið sko. Mér finnst það hljóma eins og mismatch og mér finnst það hljóma eins og rangi stöðrar 275 á Pitbull. Já, getur verið. Mér finnst það náttúrulega að segja það að ég bara þekki hann Keita ekki neitt sko. En hann var allan að, hann var í svo Octagon MMA og bara búin að, vera að vinna titla þar síðan bara í öðrum fætinum sínum þar árið 2022 til bara berjast mikið síðust ár maður. En hann greinilega bara múið að vera bara superaktiv bara sankaði sér titlum og fullt af finishes og eitthvað, þetta alveg gaur sem búin að vera að gera það mjög gott í þessu promotionu þarna. Þannig að þetta kannski mögulega bara einhver gaur með eitthvað stjörnu quality og Pitbull einhver over the hill gæi bara sem verður pakkað. Ég get alveg trúið því, kemur einhver ungu græði gæi bara með fullt af momentum í gangi, loksins að fá stóra sensin sinn og móta einhverjum gömlum gaur sem bara bara hrættur við að nissi þetta eitthvað dæmi sko. En svo sást hann á móti Jair Rodríguez, hann fraus bara með einhvern svona góðan gaur fyrir fram sig. Svo fekk hann step down competition Dan Ige svona, ekki svona hættulegur svona B+. Já, ok, allt í lagi stóðst það próf en maður samt einhvern veginn svona, þessi gaur ekki að gera neitt í UFC. Ok, ef þú vinnur, við erum sammála með Dan Ige, hann B+ fighter. Já, það fer eftir hvernig þú flokkar. Þú tók að þessi gæði mid, bara eitthvað sem ranked í UFC, eitthvað svona low, mid-level, eitthvað. En Dan Ige A- B+. Já, ég myndi alveg segja að Dan Ige væri, hann ekki A+, hann ekki top gæi, en hann samt á top 15 rankings í UFC, það bara A. Dan Ige A-klasskur? Já. Ok. Patricio Pitbull vann þá A-klassgauður, ergo þá myndi ég segja að Patricio Pitbull væri A-klass UFC-fætir. Já, ég myndi segja að hann var B+ sem var heppinum um Dan Ige. Ok, þannig að þú ætlar að láta Keita debúa UFC Paris, svaka venue, þetta flott venue. Paris-frakkanir, þeir eru klikkaðir í þetta, skilur. Það verður stemning, að pressa, stærsta sviðið, erfiðasta anstæðingurinn, B+ UFC-fætir. Keita sem heima, sko, hann er frá Belgíu. Það er Evrópu svona. Já, vissulega Evrópu er ekki heimaður. Nei, samt svona smá. Nei. Er franska og eitthvað? Er ekki svipað hvað þeir tala flæmsku eða eitthvað í Belgíu? Já, en hann er samt frá, New Guinea, sko. Já, en Fighting out of Belgium. Já, hann er örugglega alist upp í Belgíu. Það segi ég hans og við neytum það. Ég veit viltu bara að gefa hann með það. Já, hann hefur verið að taka það allan daginn, sko. Patricio Pitbull getur ekki neitt. Já, ég seti á Pitbull. Eða, hann voru pakkað saman. Viltu langar að veðja að kaupa á það? Þetta var hann að stinga upp á... Ég er ekki, viltu, hvað, bettblokka það? Það er ekki go to veðmálið. Já, það er 275, sko. Ég ætla bara að veðja við Coolbet, sko. Við getum gert eitthvað flott veðmál hérna á okkar á milli, sko. Ok. Bara eitthvað skemmtilegt. Við þurfum að vera með það svona go to veðmál. Já, ok, ég held til eitthvað skemmtilegt veðmál, sko. Það sem tapar. Já. Ég meina okkar góður útfærslugangi. Ok. Þú búin að hugsa það? Nei, ég hef oft þurft að hugsa skammarverðlun fyrir fyrir fantasy-deildir. Ok, með nokkur hugmyndir. Sá sem tapar þarf að skrá sig í eitthvað svona open goal mode og taka þátt. Eða, sá sem tapar þarf að vera á bensinstöð, 24/7 bensinstöð í 1 sólarhring en þú skerð hálftíma til klukkutíma af fyrir hverja pulsu sem þú borðar. Ok, þú þarf svona tapar, þarf að skrá sig á Hengil Ultra og hlaupa. Hengil Ultra? Er það eitthvað mega hlaup? Já, 100 km. Já, ok, ég er ekki að vera að hlaupa 100 km fyrir Patricio Pitbull, sko. Það er ekki að vera að gerast. Ok. 100 km, það er bilaður. Ég myndi ekki hlaupa nesingin fyrir Patricio Pitbull, sko. Ok, þú verður að flytja uppistand á Open Mic Night með uppistand sem ég samdi. Ok.
Þú veist, ef við 4 góður hugmyndir, mátt velja eina. Eða bara go to bufflingin. Ef við langar ekki að hengja bufflingin. Nei, ég til í það að open mic night og fáum að skrifa fyrir hvernig annan. Ok, það er samþykkt. Já. Ok, bara shake on it. Já. Ok. Geggjað. Þú myndir Kate og ég Pitbull. Já. Já. Þetta það er rétt. Já. Ok, glæsilegt. Nice. Það er bara góð lending í þessu máli. Mjög gott. Nice. Já, ég er satt með það. Ég sé eftir pulsunum á bensinum. Já. Ég var geðið til að horfa á það. Og tíðan en ég ekki við þetta bara. Há! Það er pulsur þetta. Ég get alveg getið 24 pulsur á Og ég eigum það inni bara. Hvað heldur þú getið borðað margar pulsur í one sitting? Ég er svona 4 pulsumadur. Já, þú veist, ég er 4, ef það er pulsur frammi og það er enginn að stoppa mig, það er klála 4 pulsur, það er ekkert mál, ég myndi alveg fá mig 50 ef ég væri ekki bara eitthvað, nei Birgir, mátt ekki fá 50. Já, ef þetta væri bara hversu margar getur þú borðað, ég held ég væri alveg í 2 gestafa tölu, sko. Ertu það mikið gabler? Já, Ertu sausage gabler? Ég er náttúrulega fyrirværandi feitabóla, sko. Ég var náttúrulega bara early stages obesity, ég get alveg borðað, sko. Það er ekki vandamál. Já, það getur ekkert lengur, þú er náttúrulega fasta og mægin, þú veist. Þú veist, kannski með svona innri fett í hjartanu, en þú veist, mægin er bara aðlagast. Já, ég held ég geti alveg 10, sko. Ég held ég geti alveg borðað 10 pulsur, bara, ég væri með þess að bara að gefa meira sinneb, sko. Þetta er ekstra sinneb bara. Já, ok, þá ættir bara eftir 14 pulsur, þá ættir bara 10 klukkutíma eftir á bensininn. Já, einmitt. Það hefur verið fint ráð fyrir mig. Bara unnið og eitthvað, sest á ólís eitthvað. Kannski ættum við bara að hafa bara svona pilsu átskeppni einhvern tímann, hvernig verður það? Já, bara umrækt. Geggja, við erum að heyra í bæðins bestu. Þetta spónsi, pilsu átskeppni, geggja. Já, myndi tala við Átna, markastjóran hjá bæðins bestu. Já, það getur verið sponsa pilsuna. Já, ég tala bara við Baldur, eiganda. Já, ok, þitt flag sem betur mitt flag. Já, það er bara ekki. Herru, ég er ánægður við náða komast að samkomulagi. Já. En við eigum bensinstöðuna bara eftir. Já. Fyrir næsta. Já. Það er ekki það. Herru, síðast en ekki síst, William Gomis á móti Robert Ruchala eða Ruchala? Ruchala myndi ég lesa það, sko. Pólskur, eða ekki? Nei? Jú, eða ekki. Já, er það pólski fáninn? Er ekki hvítt, rautt, hvítt? Nei, þetta er pólski fáninn. Þetta er pólski fáninn. Já. Ég elska hvað þú veist ekkert fána. Þú ert alltaf bara eitthvað, þessi kemur frá Kanada, perumær. Nei, herri, slaka þú á ef ég er eitthvað svona að skoða topology og eitthvað, og er eitthvað svona smá skítablettur þarna inn í fánunum, skilju, ég má aðeins minnskilja lífið. Þannig að maður bara, þú veist, þannig að aftur bara, þú veist, bakgrunninn á topology er hvítur og pólski fánun er hvítur og rauður og, þú veist, ég er bara sá að týna. Ég er 35 ára gamall maður, skilju. Já, kemur fyrir bestum. Þessi gæi er að debjúa, þessi Robert Ruchala, þannig ég veit ekkert hann, sko, en ég get sagt þér, það verið að henda honum í hundana. Já, það er bara að mæta William Gomis í Fraklandi. Já, einmitt. Og við vitum að William Gomis kemst upp með nutshot KO. Já. Þannig að það er ýmsa leiðir í boði fyrir hann, sko. En þessi Ruchala, ef maður skoða bara svona pappirinn, þú veist, þá er hann búinn að vera í þessu KS2-vaf. Já, KSW. Já. Og góður íslensku. Það sem hann bara, þú veist, bara rakkaði inn sigurum, vann svo titil, misti svo titilinn, vann hann aftur og varð hann svo. Og þetta er allt finishes, með þess að þú veist, hann var kláraði með soccer body kick á því. Já, það eru aðra reglur hann í Búlundi. Þú mátt soccer body kick, eða ekki? Nei, öll soccer kick held í bönnir. Aha. Já, ok. En allana, þú veist, og þetta er allt bara eitthvað, allt finishes þessi sigur hans, þetta er einhver motherfucker, sko, en hann er klálega að fara að mæta besta bardamanni sem hann er nokt hjá mætt. Já, eða sko, talum við að vera motherfucker, við erum að tala UFC, skilju, það fer enginn inn í UFC án þess að ríða mömmum. Já, ég veit. Þannig að þú veist, William Gomis hefur örugglega tekið eitthvað mömmur líka, sko, hann er alveg motherfucker líka. Þannig að svona, já, mér finnst eins og að henda hann fyrir hundana að gefa hann mjög efnilegan bardamann í William Gomis og kannski er það samt bara með svo góðan gaur í þessum Robert Ruchala, þeir eru bara eitthvað, við verðum að finna einhvern proper gæða fyrir hann til debut á móti. Já. Það getur líka alveg verið. Já, getur verið. Og það getur líka verið bara eitthvað, fuck, þú veist, hverju berjast um William Gomis í Fraklandi. Erum við með einhvern klikkaðan pólverið hérna?
hann game. Það sko til lager af klikkuðum bólum. Ég var saman að gleyma að William Gomis hefur tapað á móti Haider Amil í síðasta barða. Haider Amil geggjaður sko. Þetta alveg stólið mér. Já, Haider Amil ég minni bara að ég hafi spáð sigri í þessum barða sko. Hættu. Ég ætla að leita þetta uppi, við getum hlustað á þennan þátt. Ég ætla að fara að hlusta á þennan þátt á eftir og finna þegar ég spáði Haider Amil sko. Tapaði fyrir The Hurricane, Haider Amil. Já, Haider Amil spennandi gæði sko og ég mjög hrifinn á honum. Sem tapaði svo fyrir Jose Delgado. Ég sem alltaf bara... Það var eitthvað flúk, það var eitthvað first round dæmi sko. Hann að koma sterkur inn þessi Haider Amil sko. Já, ok. Áður en fyrir græða mig ykkur að UFC hólu þetta eitthvað sem bara góðu leið. Þetta features prílums, það hluti að vera, ég var komið svo langt niður í kartið. Alveg í ruglunu, hvað klukkan var 10 eða? Hún 9:30? Já. Ég veit ekki, mér veist eins og þess að vera að henda Roberti Rucciala í hundana með að para mútið William Gomis í Fraklandi í debutinu sín. Já, þetta er mjög erfitt debut. Já, eða ekki. Ég ætla að finna stuðlun á það, eldsnögt. Já, ég var með það var Rucciala 2-8-2 og 1-4-6 á Gomis. 1-4-6? Já. Ég ekki búinn að gera neitt tape-study á Rucciala en ef highlight-reelið hans insane þá hendi ég kannski ef highlight-reelið hans insane já. Ok, fair enough en ég held að vera hendur hinduna, ég myndi mögulega alveg parlega þetta en official MMA frétta parlega kemur náttúrulega bara deginu fyrir neða bara á deginu með það ekki morgunin kannski ef ekki bara gera báðir jú þannig að við postum alltaf bara í story í 50 Londonar og MMA frétta okkar eigið pick og það sko, ef þú fylgir öllum veðmálum MMA frétta og 50 Londonar þá áttu engan pening nei, það ertu góðum plus, ef þú fylgir mér þá ertu góðum plus þannig að það borgar sig, þetta er það komið gæði við elskum að græða pening ég búinn að lifa góðu lífi á Coolbet síðustu dag alltaf eitthvað kassandi út minnst að hægri ég elska það er svo gaman bara, heyrðu, ég að fara frí 1.000 € takk til langar maður að eyða penning í einhvern símaleik 500 € takk það er ógeðslega gaman heyrðu, ég er bara að fara að slá bóttan í það er eitthvað að loka frá þér nei, var það nokkuð ég held sér bara allt komið gott núna já, það er svo sem eitthvað á þessu karti sem málega aðeins diskutera sko. það er sko Andrés Gustafsson já, Andrés Gustafsson og með Rinat Fakadírov Andrés Gustafsson var bara eitthvað það besta sem hefur komið frá Svíþjóð í mjög langan tíma Brata Vares hann auðvitað til að láta berja sig á okkur pólvera Sjóna Bannon slapp aldrei með skrekkinn í London mæti núna Sam Hughes og það hefur bara engin trú á henni bara veðbankin hefur ekki trú á henni engin bara Massan til Búra það er eitt annað, þetta er gott kart sko já, þetta er stránkæðilegt sko. Sam Patterson, ég fíla hann já, Sam Patterson er stránkæðilegu sko mætir hérna einhverju nauti þannig að ég held að þetta verður bara mjög skemmtilegt þannig að ég minni bara aftur á nefnileikmót HNI á laugardaginn og svo beint eftir nefnileikmótið verður brunaði bæinn til að halda partí í mínigun þannig að djöfis veisla verður það þannig að við sjáumst bara í mínigunum sjáumst í Wolverhampton það getur fylgst með á Instagram með 50 Londonar og MMA frétta, sérstaklega 50 Londonar þar sem þú verður on menu og þittir á peppir fyrir golden ticket og já, bara undirbúið ykkur fyrir geggja barðagakvöld 7. september eða ekki? Algjörlega Herru, ég þakka bara öllum fyrir áheyrnuna og við sjáumst aftur að viku liðni Herru, má ég bæta einu við? Nei Má ég bara Tony Ferguson, mann Já, hann vann verðum að tala með það Já, hvað heit þetta gæði? Pat Salini eða eitthvað Sabatini, Salini Hann var á móti Nathaniel Bustamante Pat Sabatini er þarna flyweight eða eitthvað nei, mann einhvern flyweight en einhvern svona lítill jiu-jitsu gæi en já, Tony Ferguson hann bara KO-aði í Misfit Boxing Nathaniel Bustamante í Misfit Boxing Darren Till líka rótaði Luke Rockhold bara smókaði hann og bara hendið hann í bara eitthvað 4-piece combo og endaði bara á bara eitthvað svaka hægri handar höggi sko og bara
Luke Rockhold steinrótaði sko. Já, greið maður. Dylan Danis vann líka Mounted Guillotine móti Warren Spencer. Já. Hann alltaf eitthvað skemmtilegt að fylgjast með honum. Þetta var fyrsti sigurinn hans í MMA í einhvern tíma. Bara sem hann mittist. Já, 2019 vann hann Max Humphrey í Bellator. Já. Svo náttúrulega fór hann í bardaðan náttúrulega Logan Paul, bóksbardaðan, sem var bara ömurlegt dæmi. Sko. Hann er back og ég veit ekki hversu góður þessi Warren Spencer var. Þetta er bara einhverju YouTuberar sko. Já, þú veist, þetta var bara fyrsti MMA bardaðans. Já, stangkæðilegt. Geggjað. En Tony Ferguson er bara... He's back, baby. Já, he's back. Já, er bara gaman, þú veist, eftir búið að ganga erfilega síðustu ári. Tony Ferguson, bara ógeðslega gaman að sjá hann upplifa sigur aftur og núna getur hann bara retire in peace, held ég. Ekki nema að sé bara... Hann er ekki bara núna er hann bara, já, þetta er minn heimavöllur og ég er bara að finna mig aftur og I'm back. En kannski verður hann bara eitthvað legend í einhverju Jake Paul boxing dæmi. Ég ekki segja það. Nei, þú veist, okkur ekki. Var hann ekki bara flottur alltaf á underkartinu fyrir Logan og Jake Paul og eitthvað og bara róta einhverja gauðra og allir bara, woo, Tony Ferguson. Woo. Jú, kannski er rétt ég. Nei, ekki. Jú, gott eins og Herru, núna kveðum við. Allt undir á laugardaginn, einhver þarf að flytja uppstand. Já. Og mér kvíði fyrir ef ég tapa. Af því þú ert einn ófinnasti maður sem ég veit Ég er mjög fyndinn maður. Þú ert aldrei að fara að segja mig gott uppstand. Nei, ég mun reyna að gera slæmt uppstand. Nei, það. Ég ætla að skrifa að gera gott uppstand. Nei, ég er náttúrulega mikill penni, sko. Ég mun gera, þetta mun vera vel skrifað og þetta mun vera fyndið, en það mun samt vera erfitt og kjánalegt og alveg svona, þetta verður slæmt fyrir þig. Takk sem ég leiðir. Ég mér hlakka til að vera bara what's the deal with airline food? Shit, man. Kannski myndi ég láta það bara word for word taka bara eitthvað svona Jerry Seinfeld úr einhverjum þætti. Já, og það er bara, er þetta ekki stólið? Nei, þetta er allt orginal material. Sér hvað mér hlakka til. Það er nefnilega open mic nights hérna bara niður í bæ, reglulega, þar sem ég held að fá 5 mínútur á mækna. Er þetta ekki Palóm alltaf núna? Jú, það var Dublinis líka. Ég getur verið. Geggjað. Já, hlakka til. Við auglýsum þetta við tækifæri. Já, og þá getur allir komið og trillt og peppað. Já, einmitt. Ég þakka öllum fyrir að hlusta og við sjáumst bara aftur á viku liðinni. Yes, sir. Takk fyrir okkur.